fólk með lífsreynslu, fólk sem að hefur upplifað hlutina og að því núna, að þeir eiga að hafa sæti við borðið, alltaf, í öllum ákvörðunum. Góðan daginn eða gott kvöld að þér, hvenær þið að horfa á þetta varp ágætir Íslendingar. Velkomin kosningasjónvarps átaks í stuttu máli. Hvað heitir þú, frá hvaða flokki ertu og hvaða sæti ertu? Já, hæ, takk fyrir að bjóða mér. Ég heiti Guðmundur Ingi Þóroddsson og ég oddviti Flokks fólksins í fyrsta sæti. Flott. Lýstu þínum flokkum í 3 orðum. Fæði, klæði, húsnæði. Ja. Getur þú sagt mér staðreyndir þig? Já. 3. 3 staðreyndir? 3 staðreyndir, já. Ég borða ekkert úr sjónum. Ekki neitt, enga fisk, ekkert, enga sjávarrétti. Hef aldrei gert. Ég bý í miðbænum, ég nýfluttur. Ég held að viti það nú allir, en ég hef einhvern tíma verið í fangelsi. Já, ok. Sem fangavörður eða annað? Annað. Nefndu 3 ástæður fyrir því að þetta fólk ætti að kjósa þig? Já, það vegna þess að ég vinn með fólki og hef búin að gera það mjög lengi og ég hef unnið mikið með föngum og inn í þeim hópi eru ábúrslega svona mikill, það er svo mismunandi, við erum öll öðruvísi, skilur þú veist, það er engin eins og þetta er svo margir hópar þarna inni og það hefur verið mikið fatlaðir einstaklingar líka og við höfum verið að reyna að tryggja mannréttindi fatlaðra inn í fangelsunum og við viljum gera það líka hérna fyrir utan, bæta aðgengismál og íbúðamál og eyða biðlistum. Okkur finnst það mjög mikilvægt. Það eru rosalega margir á biðlistum í dag, eins og til dæmis bara eftir svona persónulegri aðstoð, NPA. Þar eru 29 einstaklingar sem fá ekki þjónustuna og 13 sem þurfa meiri þjónustu og við viljum gera betur þar. Það er flott þeirra. Getur lýst samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks í 3 orðum? Í 3 orðum? Erfið spurning. Nei, en hann tryggir auðvitað réttindi fatlaðs fólks og það verið að innleiða þennan samning og mikilvægt að hann sé innleiddur og það sé farið eftir honum. Við erum eftir á í öllum málaflokkum og sérstaklega þegar kemur að minnihlutahópum og jaðarsettum og þar að því ég þekki það vel að því ég formaður mannréttindafélags og til það sé mjög mikilvægt og ég get sagt þér að þetta var eitt aðalmál Flokks fólksins og Inga Sæland, hún ruddi þessi mál í gegn. Þá á öðru, nefndu mér 3 áleggstegundir sem þér er gott að hafa á pizzuna þína. Ég panta alltaf sömu pizzuna og það er með pepperoni, sveppum, lauk, aukaost og aukasós. Þetta voru 5. Já, þetta var 5, já, allt góð. Mikið af fötluðu fólki ekki með vinnu. Hvaða 3 nýjar leiðir getur borgin farið til að breyta því? Ég held að við séum nú bara með þetta í okkar áherslum og við viljum að allir geti unnið eitthvað því að það geta allir unnið eitthvað og við þurfum að færa það svolítið til fólksins. Við erum með fólk með alls konar fatlanir og raskanir og fólk til dæmis sem með sumir eru jafnvel með svona vímuefnavandamál og annað. Þau geta líka unnið alltaf eitthvað, 2 tíma á dag eða 2 daga í viku og við þurfum að hjálpa þessu fólki. Ef að Reykjavíkurborg gerir það ekki, af hverju ætti einhver annar að gera það? Hvaða 3 aðgerðir munið þau raunverulega stytta biðlista eftir húsnæði fatlaðs fólks á tala um sér íbúðakjarna eða önnur úrræði? Í okkar áherslum að við viljum eyða biðlistum en það auðvitað ekki gert með því að nema byggja ný hverfi. Við þurfum fleiri íbúðir, það er ákveðin krísa á Íslandi í íbúðamálum og við þurfum að passa okkur að byggja ný hverfi þar sem að öll þjónusta til staðar, það er að segja hjúkrunarrými, þjónustuíbúðir fyrir eldri borgara og fyrir fatlaða og
og íbúðir á hagstæðum kjörum fyrir efnaminna fólk. Það það sem við þurfum að gera og við komumst ekkert áfram með það nema að brjóta meira land. Það er okkar aðalmál í þessari baráttu. Ætlarðu þú að bjóða okkur fötluðu fólkinu með þér þegar tala okkur fatlaða fólkið? Alveg klárlega. Það hefur svolítið verið stefnan til dæmis í minni vinnu að ég enda oft viðtölin að ég segja samvinna og samtal það sem lagar allar hluti, skilur. Ef við erum ekki að tala saman, þá breytist ekki neitt. Þannig og það eru margir með þessa frasa, ekkert okkur án okkar, en síðan kannski gera þau minna að því að kalla fólk á borðinu. Og fólk með lífsreynslu, fólk sem hefur upplifað hlutina og að því núna, þeir eiga að hafa sæti við borðið, alltaf, í öllum ákvörðunum. Takk fyrir þetta. Vilt þú vera næsti borgarstjóri okkar? Já, ég ætla að vera næsti borgarstjóri okkar. Og hvað náttúrulega ætlar þú að leggja áherslu á til dæmis þegar kemur að ferðamálum og öðrum þjónustu ætla að leggja áherslu á og fatta fólk sem erfitt með að taka almenna samgöngur fái stuðningi við það? Ég held að bestu kjarabót borgarbúa eru bættar samgöngur. Það engin spurning. Við þurfum að bæta samgöngur alls staðar, við þurfum að bæta strætókerfið, við þurfum að bæta samgöngur þannig að umferðin greiðari fyrir bíla, við þurfum að bæta samgöngur fyrir fatlaða og við þurfum líka að bæta bílastæði. Það ekki nóg að rampa upp alla borgina og svo getur fólk ekki komist þangað, skilur við, veist. Það of langt að fara í bílastæðahúsi. Við þurfum að finna, ég get labbað í bílastæðahús, skilur við, og lagt bílnum þar, en það ekki allir sem geta. Þess vegna þurfum við aðeins að skoða betur ný hverfi og miðbæinn, hvernig við getum nagað þetta. Svo náttúrulega halda mjög margir að aðgengi sé bara aðgengi, en aðgengi ekki bara aðgengi. Aðgengi til dæmis að rampa upp og gera texta auðskiljanlegri. Aðgengi svo fjölbreytt. Já. Einmitt, og við þurfum að vinna því saman. Og ég get nú sagt, ég skrifaði nú undir samning einmitt við ÖBÍ fyrir stuttu, einmitt aðgengismál. Það sem við erum að sinna ákveðnum hlutum fyrir ÖBÍ varðandi aðgengismál, þannig að við erum svona aðeins inn í hlutunum. En það þarf að gera miklu betur og það þarf að vera skilningur á málefninu líka. En hvernig finnst þér það að fólk sem býr á stuðningsíbúðarkjörnum fyrir fatlaða, þegar þau flytja úr foreldrahúsum, þá missa þau lífeyrislán. Lífeyrislan kannski búin að mynda sem vinur fatlaða fólks og ofta að gera eitthvað félagslegt með þeim, fara í bíó og göngutúr. Það missir þetta að fara í íbúðarkjörnum. Íbúðin tekur stundum við og stundum gleymir íbúðarkjörnum að fólk þarf mismunandi aðstoð og sá sem bjargar sig meira, hann fær oft minni athygli. Hvernig ætlið þið að laga þetta á borginni? Þetta atriði til dæmis vissi ég bara ekki Ég samt verið í góðum samskiptum við Liðversluna og heimahjúkrun. Við viljum bæta mikið heimahjúkrun og heimaþjónustu til dæmis, sérstaklega fyrir aldraða. Þetta greinilega eitthvað sem við þurfum að skoða betur. Já. Takk fyrir komuna og við bara bendum á endilega fylgist með kosningasjónvarps Átaks, bæði YouTube og heimasíðu Átaks okkaratak.is. Verið sæl, ég heiti Hallgrímur Haraldsson Sefits. Takk fyrir mig.